Velkomin í Lyklahöldin. Takk fyrir það. Diljá Mist Einarsdóttir og Sigmar Guðmundsson. Takk fyrir það. Bara voruð að æða hérna úr þinginu, búin að vera í stappi í allan dag. Og ég var að segja ykkur frá samstarfsaðilum mínum áðan, Jysk og hérna A4 og TM og aukakrónuna sem að þið þráið að fá í ríkiskassan. Og San Pellegrino, og þá lyftist á þér brúnin. Já. Því að pappa minn svo mikill aðdáandi þessa sótavats. Okay. Á það alltaf til heima. Hann þurfti ekki að vera einhverju samstarfi til að vera með einhverju svona kynningu, Það er ekki svona. En ég með aðra sögða því hún nefnir Jysk. Já. Ég var að vinna í rúmfallaðinni í mörg ár. Það? Já, og ég með þess að gerði svo frá. Ég var að vinna í rúmfallaðinni í Skeifinu og ég var að vinna þegar sem að þá heitir rúmfallaðin, núna Jysk, var stækkað mjög mikið. Já. Þannig að ég var starfsmaður þar á plani þegar við vorum að breyta búðinni og ég hef tvisvarsinnum ryksuað allan rúmfallaðarinn í Skeifunni á afmælisdaginn 21. desember. Hann er stór, Já, hann er stór, 21. des? Já, ég er jólabat, og fyrsta skipt sem þetta gerði, þegar var bara svona vaktaplan og það var alltaf rótir að ryksua. Og fyrsta skipti sem þetta gerðist, þá var ég bara svona, er það að stríða mér? Svo bara gerði ég og ég var svona bingu súr yfir það, svo yfir því, og svo árið setni þetta gerst aftur, þá var ég gráti nær. Ég er svo mikið afmælisbarn, mér fannst þetta svo mikil aðför. Hefur ekkert leitað eftir einhverjum rétti? Nei, en þú veist, þetta er mikið tráma, ég er bara að díla við þetta ennþá, þið heyrið það á fullorðinsaldri. Hvaða tráma ert þú að glíma við, Sigmar? Hvaða tráma er ég ekki að glíma við, Þórhallur? Ok, förum í bara þitt aðal tráma. Fyrir árið síðan varstu í mjög vinsælli ríkisstjórn og partur á henni. Og núna hefur atvinnuleysi aukist verulega, vextir hækkaðir og hækkar líklega aftur og áfram í maí. Og við erum að tala um verðbólgu sem var nú bara nýjustu verðbólgutölur sína, hún er að aukast. Þú veist, og maður spyr sig, er þetta bara búið að vera andvaraleysi? Tókuð einhvern veginn við bara í svona gleði og kæruleysi og óðuð einhverja hluti og síðan er þetta bara einhvern veginn að fara til fjandans? Nei, það vil ég nú ekki meina og þetta er ekki aðal tráma mitt því að við erum ennþá alveg ágætlega vinsæl ríkisstjórn og erum auðvitað bara að gera það sem við vorum kosin til að gera. Við vorum alltaf náttúrulega bara svolítið skýr á því að þetta er erfitt verkefni á Íslandi alltaf að ná niður vöxtum og verðbólgu. Það er það bara. Já, en ekki að ná niður, hún er bara að vaksa. Já, svo núna erum við auðvitað að lenda og það er auðvitað svona bara talsvist áhyggjefni svo það sé sagt hvað olían er að hækka til dæmis mikið sem hefur auðvitað áhrif á allt annað hér. Þessi hækkun sem er auðvitað, þó hún hafi ekki verið mikil, þá er hún auðvitað samt vonbrigði en hún var kannski svolítið fyrir séð. Okkar verkefni eru auðvitað að hjálpa Seðlabankanum og það er þá okkar að reyna að taka peninga úr umferð og við gerum það með því að draga aðeins saman seglin og hagraða í ríkisrekstri. Þetta hefur ekki gert það fyrr, Sigmar. Já, fjármálaáætlun síðustu ríkisstjórnar gekk út á að ná hallalausum fjárlögum ári seinna heldur en við erum að gera. Við ætlum að vera með næstu fjárlög hallalaus. Það er náttúrulega búið að vera halli á ríkissjóði frá því fyrir COVID og eftir á að hyggja, ég ætlum nú ekki að vera með eitthvað stóra dóma það voru nú allir að reyna að gera sitt besta í COVID, en eftir á að hyggja þá held ég að það hefði verið gerð svona ákveðin mistök gagnvart í hvað aðgerðina stóðu lengi yfir og voru umfangsmiklar og við erum svona aðeins að býta við það. Þetta er díla við það. Þú farið alltaf langt aftur já, og þú ert að leita annara skýringa. Nei, þetta er allt saman. Ef við fyrir aðeins nær í tíman. Já. Og fyrir ekki aðeins til, Ég bara ekki láta mig trufla þig, Förum að snært tíma, vegna þess að þið berið eigi sök á gjaldskara á hækkunum. Þið hefði geta grípið fyrir inn í alls konar hluti. Það var margt sem var fyrirsjáanlegt og líka bara varandi launahækkanir. Þannig að maður segi ekki fara til ársins 2020 til að horfa að vandinn hafi hafist þar. Nei, ég er ekkert að segja hann hafi hafist þar. En það er samt vandi sem við erum með í fanginu núna, Þórhallur, að það ríkissjóður hefur verið rekinn með halla mjög lengi. Það er uppsafnaður vandi að ríkissjóður sé að borga meir en 100 milljarða, 100.000 milljónir í hérna. En það var fyrirsjáanlegt líka. Já, en þetta er bara það sem við erum að díla við. Síðan erum við auðvitað að fá í bakið núna, til dæmis þessar olíuverðshækkanir sem að fara örugglega að stríða okkur eitthvað og vera svona ákveðið vandamál næstu mánuði. Þetta eru auðvitað bara samspil af mörgum þáttum. Er ég sáttur við þetta? Nei, ég hefði viljað að við myndum ná vöxtum og verðbólgu niður miklu fyrr. Ég hefði raunverulega viljað það. Bendi samt á, Þórhallur, og þetta vitum við öllu þetta borð, að það verkefnið að ná niður verðbólgu og vöxtum á Íslandi er snúnara heldur en í nágrannalöndunum að mörgu leyti
það kallar á svona ákveðin aga sem að við einhverju hluta vegna Íslendingar Býtu aðeins með ESB Nei, ég er ekki endilega að fara þangað en það hefur þetta hefur bara verið snúnara verkefni hér. Vextur og verðbólga háir hafa síðan kallað á hærri launahækkanir og það þessi spírall sem við erum alltaf föst í. Þið skiluðu kannski ekki sérstaklega góðu búi. Nú, gerðum við það ekki. Nei, ég var það. Mér er svolítið merkilegt þegar Sigmar segir að ríkissjóður hafi verið rekinn með halla mjög lengi á sama tíma og hann ætlar að skila sér bak við þessar nýju ríkisstjórn COVID 2020 sko. Meðan við það að síðasta ríkisstjórn var að glíma við ekki bara við COVID heldur líka við stríð, það brast á stríð í okkar heimsálfu. Já, eldgos og allt saman. Og fall flugfélags, ég meina það var bara áfall eftir áfall. Meðan við allt sem að gekka þá skiluðum við þetta góðu búi. Og ég held, það var alltaf jafn þreytandi að heyra stjórnmálamenn sem tala fyrir hönd almennings eða fyrir hönd þjóðarinnar, en ég skynja það. En er það ekki málið? Þurfum við ekki að gera það? Jú, en ég skynja því, þegar maður alhafa svona, ég skynja það fyrir mínu samtölum, almenningur er ekki að fara að sætta sig við einhver svona slagorð en einhverju frasum það, við höfum það skýtt, efnahagsástandið er bara bágt, þessi ríkisstjórn er ekki að valda þessum verkefnum, við ætlum að skila hallalausum fjárlögum eftir ár. En er það ekki mikilvægt í þessari áætlun? En þessi ríkisstjórn hefði getað skila hallalausum fjárlögum núna, einmitt út af því búi sem hún tók við og af því að ríkisfjármálin reyndu síðan vera með við áætlanir, þá reyndist ríkisfjármálin verið í betra standi heldur en áhorðist, þau fóru fram úr væntingum að ef að þessi ríkisstjórn hefði ekki farið í 143 milljarða útgjaldaaukningu þá hefði hún skilað hallalausum fjárlögum síðast og það er ekki að hjálpa til í baráttunum við háa vexti og verðbólgu að fara hér í skattahækkanir, að fara hér í gjaldskráraaukningar umfram verðbólgumarkmið eins og þessi ríkisstjórn er að gera, að fara í þessa ríkisútgjaldaaukningu og þetta er ekki bara mín persónulega skoðun, það er allir helstu fagaðilar, ég meina Seðlabankinn og fleiri hafa margbent á þetta og þetta það er olíuverð að hækka og eitthvað COVID var 2020, það er alltaf eitthvað, við lifum bara í síbreytilu umhverfi, við reiðum okkur mjög mikið á innflutning á ýmsum vörum og við stjórnmálumenn getum ekki alltaf verið að skýla okkur bak við þetta, við þurfum að taka ábyrgð á okkar eigin rekstri og það er þessi ríkisstjórn ekki að gera og það hjálpar ekki fólki að heyra það að það verði einhvern tímann hallalaus fjárlög. Sko, maður upplifir veit að það hjálpar ekki fólki en það er Ásgeir gaf ekki sérstaklega mikið út á það væri eitthvað sem myndi breyta öllu og mann fannst eins og það er samt það sem að ríkissjóður getur gert. Við getum til þess að ná niður vöxtum og verðbólgu spilað ríkisfjármálin þannig að þau vinni með Seðlabankanum. Við gerum það ekki og svo til dæmis, þetta verður náttúrulega örugglega svona svolítið leiðilegt karp. Ekki fara aftur fyrir 23. Nei, en þú veist, ég bara segja svona eitthvað svona hálfsannleikur 147 milljarða útgjaldaraukning. Já, 143 eða hvað var. Ekki gera rófærut fyrir. Nei, en þarna fylgir auðvitað ekki sögunni. Þú veist, hefði þá Sjálfstæðisflokkurinn ekki farið í verðlagsuppbætur eins og alltaf er gert og Sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf sjálfur gert. Hefði Sjálfstæðisflokkurinn ekki gengið frá ÍL-sjóði með þeim áhrifum sem að það hafði á ríkissjóði. Það liggur alveg fyrir hvað Sjálfstæðisflokkurinn hefur gert. Við erum alltaf bara svolítið í þessari umræðu, bara til þess að botna þetta þólur. Þetta eru vonbrigði hver staðan er og það er ekki gott ef að vextir hækka aftur næst. Ég ætla eins og er ekkert að slá því föstu að það verði gert en Seðlabankinn hefur verið alveg skýr að ef hluti fari ekki að færast til betri vegar að þá hafa hann engin önnur tæki heldur en það. En ég er alveg sannfærður það að við náum að vera með verðbólgutöluna réttu megin þegar þetta endurskoðunarákvæði kjarasamningana kemur í haust. Ég er bjartsýnn á það. Já, en það er ekki nóg að vera bjartsýnn á það vegna þess að það er allir frekar svartsýnir á það og þegar eru farið að spáð í dag að það sé nánast klárt mál að Seðlabankinn hækki enn frekar vexti í maí. Ég velti fyrir mig fulltrúar til dæmis verkalýðshreyfingar hafa verið að koma til og eins og það að setja eitthvað þak á olíugjöld eða sem sagt að halda niður í olíu. Már Miksa komið til að leggja niður eða lækka virðisaukaskatt á matvörum. Já, og barnavörur eins og við Sjálfstæðisflokknum erum búin að leggja fram þingmálum að setja núllskatt á barnavörur. Hvað áhrif hefur þið það? Það myndi vinna gegn þessum verðbólguþrýstingi og eins og hann og reyndar mjög margir aðrir eru búin að benda á.
og mér finnst svolítið miður, þú veist, þetta kemur mér ekkert óvart frá skattfylkingunni, frá samfylkingunni, þú veist, bara þessi skattagleði og útgjaldagleði, en það eru auðvitað ótrúlega miður og ég held að kjósendur Viðreisnar, því ég þekki nú þetta fólk ágætlega, að margir þeirra eru fyrir flokksmenn mínir, að ég held að þeir hafa orðið fyrir vonbrigðum. Ég hef bara verið í sömu stöðu og Sigmar. Ég hef verið óbreyttur þingmaður í stjórnarsamstarfi og það er miður að heyra að menn eins og Sigmar get ekki verið örlítið gagnrýnni á það sem hefur verið gert. Maður þarf ekki að, þó maður sé í stjórnarliðinu, maður þarf ekki að vera að bakka upp einhverja óþarfa framúrkeyrslu, skattahækkanir. Ég get bara, Sigmar spyr hvað hefur þið gert og það er auðvitað svo bara... En það er eðlilegt að spyrja því. Og þá er bara, auðvitað vilja stjórnarflokkarnir helst bara vera að tala heilbrigðiskerfið og lögguna, ætlaði það að skera niður þar. En við komum með alveg fjölmargar tillögur þegar fjárlögin voru afgreidd og bæðum hagræðingu sölu ríkiseigna og svo framvegis og þær tillögur voru allar felldar og ég get nefnt bara 2 mál, bæði frekar stór og það var rekstur fjölmiðlanefndar til dæmis. Ég veit nú ekki hvar þú stendur með hana en það eru margir Ég er ekki yfir mér yfir náðinni. Nei, svona sjálfstæðir, ég ætla ekki að segja fjölmiðlamenn en hlaðarstátt gerðamenn sem að klóra sér í kollinum yfir því. Fjölmiðlanefndin, ég get nefnt styrkið til stjórnmálaflokka sem er nú þingmál sem ég hef margítrekað lagt fram á þingi og við ætlum að safnast þeirra saman kemur. Það eru bara háar fjárhæðir sem að fara í það ríkisreka stjórnmálaflokka. Já, og fordæmi þá ef að það er lækkað. Já. Ég nefnir fordæmi og líka bara auðvitað safnast þeirra saman kemur ríkisreksturum og síðan varðandi skattahækkanir og gjaldskrárhækkanir umfram verðbólgumarkmið, ég meina ekki einu sinni við í samstarfi við Vinstri græn, ég meina kannski vil ég skilja ykkur bak við samfélkinguna, ekki einu sinni við í samstarfi við Vinstri græn fórum í gjaldskrárhækkanir umfram verðbólgumarkmið og þetta bara segir sína sögu. En Sigmar, bara það að ég veit út hluti af stjórnarsamstarfi þar sem að eru ólíkir flokkar og annað en ef maður skoðar þetta bara út frá Viðreisn, þar sem þið vilduð einfalda kerfið, þið vilduð lækka kostnað við kerfið. Við erum að því. Þið hafið, og þessi ríkisstjórn hefur til dæmis aukið skatta á fólk og einstaklinga, bara gjaldskrárhækkanir, til dæmis. Já. Þú veist, er þetta samt einhvern veginn... Mér finnst eins og ykkur séu frekar mislaðar hendur þessa dagana. Já, heyr. Þú verður bara að hafa þá skoðun. Já, en þetta er ekki bara skoðun. Deila henni með til. Þetta er upplifun mjög margra. Í síðustu kosningu Þórhallur og við sögðum alltaf að það væru miklar áskorunir sem að myndu bíða okkar. Það eru miklar áskorunir sem fylgja því að ná vöxtum hér úr 8 eða 9% sem var arfleiðin frá síðustu ríkisstjórn og díla við þessa háu verðbólgu sem hefur verið. Við sögðum það alltaf. Við sögðum líka alltaf, þvert á það sem að Dilja voru alltaf að segja, við höfum alltaf að lækna þetta með ESB, að þú lagar ekki vexti og verðbólgu dagsins í dag með því að gangi í Evrópusambandið eftir eitthvað tíma. Við erum bara stödd í þessu. Við erum bara stödd í þessu. En hvernig tillögur eins og Höllu varðandi að setja þak á olíuna það sem að ég myndi vilja gerðist núna og ég veit að það samtal er að einhverju leyti byrjað. Það er að verkalýðsforystan og atvinnulífið og ríkisvaldið og sveitafélögin settust svolítið niður og reyndu að móta í sameiningu einhverjar aðgerðir sem að þá líka spila saman í það sem að mun gerast á vinnumarkaði. Það eru alls konar hugmyndir uppi og bara sjálfsagt að fara yfir þær allar en við ætlum hins vegar ekki að kvika frá því markmiði að ná hallalausum fjárlögum vegna þess að það er það sem ríkisvaldi getur best gert til þess að ná niður vöxtum og verðbólgu. Það er bara þannig. En hvernig væri að gera það með því að leggja ekki aukna byrðir á almenning og fyrirtæki heldur einmitt gera þveröfugt að draga hér úr bákninu, að selja ríkisegnir, að lækka álögur á almenningu fyrirtæki. Það er það sem við þurfum að gera. Við erum búin að selja eitt banka, við erum að sameina stofnanir og gera talsveit mikið af því og reyndar talsveit meira heldur en að síðasta ríkisstjórn gerði þó að hafi nú reyndar verið þannig. Við setjum líka banka. Seldu sama banka. Nei, en ég meina, þú veist, svo ég hæli nú Dilja og þegar Dilja hefur nú mikið unnið með Guðlaugi Þór. Mér fannst það eina ráðuneytið í síðustu ríkisstjórn sem raunverulega var að vinna því að sameina stofnanir og einfalda kerfi og allt þetta. Þetta erum við að gera núna í atvinnuvegaráðuneytinu. Við erum búin að vera að gera þetta í dómsmálaráðuneytinu. Þannig að við erum að gera þetta alls konar svona hluti. Þetta skila sér ekkit alltaf einni nóttu en það er algjörlega fráleitt að stilla því þannig upp
að við séum ekki að vinna það verkefni sem að við vorum kosin til. Við ætlum hins vegar ekki að vera að skrökva því að fólki að þetta geti gerst á einni nóttu eins og Diljá og þau að reyna að gera. Þetta ekki bara ekki gerast á einni nóttu. Það þver öfug þróun. Þegar að þessi ríkisstjórn tók við, þá var vaxtalækkunarferli hafið. Nú það ekki bara hætt, það farið að hækka vext eftir og það fyrir sig að þeir mun hækka áfram. Og hversu lengi, sko, þú vilt bæði ekki viðurkenna það að sumpart hafi ástandið sem að þið tóku við, sem ég vil nú meina hafa verið gott með aðstæður, verði einmitt út af aðstæðum eins og atburðum eins og COVID, en svo viltu líka skýla þar á bakviða. Þú vilt einhvern veginn, þú getur ekki bæði haldið og sleppt. Og mér langaði þess að nefna að því að Sigmar er búin að hrósa mín flokki, það allveg hægt að taka undir það er ekkert allt slæmt sem hefur komið úr þessar ríkisstjórn, það búið að halda áfram, það var auðvitað hafin mikil vinna í ráðuneyti Guðlaugs Þórs sem að Jóhann Páll hefur síðan haldið áfram og tekið við og það alveg hægt að hrósa þeim fyrir það sömuleiðis í atvinnuvegaráðuneytinu að allar aðgerðir og þingmál sem að miða því að einhvern veginn minnka þetta bákn að þær eru mjög góðar gjaldaverðar og eitt af þeim eru auðvitað afnám jafnlaunavottunar sem ég er búin að berjast fyrir mörg ár sem var auðvitað til að Viðreisnar og mér finnst það sérstaklega mér fannst það ég er að fara að rósa þér ég er að fara að rósa þér meira mér finnst það sérstaklega það var 2016, við erum komin þangað já, mér finnst það sérstaklega aðdánavert þegar stjórnmálamenn sem að leggja trú sína á hvað viðurkenna bara það við gengi nógu vel og fara þá að laga þetta dálítið þríliða vandamál, það verkalýðshreyfing og það atvinnulífið og það eru stjórnvöld og það má segja einhvern veginn allir séu að vísa á alla, það er að tala að fyrirtæki séu að hækka verð á vörum og matvöru og annað hendur, ríkið hafi verið að hækka gjöld og síðan þetta að verkalýðshreyfingin og í rauninni bara fólk á vinnumarkaði hefur bara farið langt fram úr öllu í launahækkunum. Aðalega hið opinbera, já. En vandinn liggur hjá öllum. Hjá þeim sem að fara auðvitað með völd. Já, og ef við tölum með þess að þrjá og þú ert auðvitað partur af valdinu, getur við sagt. Já. Hvernig sérðu að hver ætti að hafa frumkvæði og hvers konar frumkvæði ætti það að vera til að forðast að það fari allt í vilsu í haust? Það eru auðvitað ríkisstjórnin sem á að hafa frumkvæða því. Það eru auðvitað hún sem hefur tekið að sér þetta verkefni og var kosin einmitt út af það verkefni. Ég held að veri bæði, ég held að flokkur fólksins fekk nú bara fljóta með út af alveg gigantist útgjaldalofur sem að auðvitað hjálpa ekki til að vera að efna núna í þessari ríkisstjórn. En bæði Viðreisn og Samfylking, ef við sittum inn í hugarheim þeirra kjósenda og líka bara út frá því sem að kannanir sína okkur, að þessir flokkar voru kosnir út á lofurðum að þeir myndu lækka hér vexti og verðbólgu. Og núna verðbólga búin að hækka mjög mikið, vextir eru farnir að hækka aftur og fyrir sig að þeir munu hækka áfram og ekki bara það hefur stór aukið sérna atvinnuleysi. Og hversu lengi við að fá að heyra það að þetta gerist ekki á einni nóttu, að þetta sé einhver framtíðarmúsík. En hvernig finnst þér að bregðast við? Já, meðal annars með skattalækkunum, að halda aftur af gjaldskráhækkunum, að fara ekki í óþarfa útgjöld og hvað þá setja útgjöld á sjálfstýringu eins og hefur verið gert núna nýlega í þingmáli sem var samþykkt í síðustu viku með launavísitölumálinu. Bara fara eftir, ekki fyrirmælum, en svona ábendingum og ráðleggingum okkar allra helstu sérfræðinga hvað þessi ríkisstjórn að gera rangt. Af því að ég ætla að tala tráma þitt, við opnum á það og þú hafnar í því að tráma sé tengt þessu málu sem við erum að ræða. Já, ég meina, við erum bara Þórhallur í ákveðnu verkefni og við myndum vilja að það myndi ganga hraðar fyrir sig. Mér langar að spyrja þig út í... Við erum samt að gera það sem við vorum kjörin til. Ég veit það. Mér langar að spyrja þig út í, hvaða frumkvæði myndur vilja sjá frá núverandi ríkisstjórn til að leysa þennan hnút? Það frumkvæði sem að nú er að fara af stað, að það verði svolítið breytt samtal. Ég meina, ég ætla nú ekki að fara alveg aftur í þjóðarsáttinu og annað, en það náðist svolítið árangur í þjóðarsáttinu vegna þess að menn komu sér saman einhvern ákveðin skilning. Þeir eru först hér í háum vöxtum og verðbólgu, hvernig getum við dílaði við þetta í sameiningu? Og þá eru allir aðilar þar undir. Það atvinnulífið, það verkalýðshreyfingin, það ríkið, sveitarfélögin. Verkalýðshreyfingin taldi sig verið að gera svona samninga síðast og taldi sig hafa verið bara nokkuð hófær, þannig að það brotnaði eitthvað annars staðar en hjá þeim. Jú, þú veist, menn kvarta, það er eftir við þú talar, menn hvart yfir of miklum launahækkunum eða of litlum launahækkunum. Vandamálið er alltaf samt það sama Þórhallur, og þetta veistu, alveg óskup vel og við öll. Vandamálið er alltaf að við erum aldrei með nægjanlega mikinn langtíma stöðuleika.
og svo losna kjarasamningar og hvað vilja menn þá gera? Þá vilja menn auðvitað mæta þeim vaxtahækkunum og verðbólguhækkunum sem var orðið með því að fá launahækkanir á móti því sem bara skiljanleg krafa og í þessu erum við alltaf föst. Þannig að það sem að við getum gert, Þórhallur, bara svo ég segi það enn eina ferðina, við verðum að sjá til þess að skuldir ríkissjóðs lækki og að halli ríkissjóðs verði ekki viðvarandi áfram. Við bara verðum að gera það, en við verðum líka að fá þetta breiðara samtal við aðila vinnumarkaðarins og alla til þess að koma okkur öllum svona aftur svolítið á sömu blaðsíðu. Ég veit að Diljá og Mister í sjálfu sér held ég ekki á móti þessu. Nei, en við erum rosalega ósammála leiðin að því. Ég ekki tilbúin til að fallast á það að við eigum að halda áfram í þessari útgjaldavegferð og hækka sér bara skatta og gjöld á vinnandi fólk á almenningi í landinu. Þetta er bara ekki sanngjöld framsetning. En krakkar, má ég aðeins, nei, þið eru frábæri og gaman að þessu. Mér langar aðeins að þið eru dálítið kerfisleg samt og þið kastið hérna fram alls konar tölum og öðru slíku. Leiðileg, segðu það bara. Nei, mér finnst þið reyndar ekki leiðileg, en sko Vill ekki bara spyrja þá skemmtilegra spurninga? Akkurat, eins til dæmis þegar þú varst að vinna í Jysk þurftur að vinna á afmælistæði. Þú kenna okkur Mér fannst Hendum á Pröð og Þóra. Sko, það sem það í fersku minni kosningalofar og í rauninni allar flokka þar sem einhvern veginn átti að saksa og þetta til rætt og þessi frasi með sleggjur og klaufhamra og hvað þetta fólk var alltaf bjartsýnt að þetta myndi ganga alltaf til rætt og síðan einhvern veginn gerist það ekki og nú sagt já, krakka, þetta gengur nú ekki þetta tekur langa tíma en okkur var sagt að þetta tæki bara mjög skemmri tíma. Þannig að ég að segja voruð þið og brött í yfirlýsingum og mistuði bara hreinlega tökin? Ég ætla ekki að svara fyrir yfirlýsinga annara. Nei, þú varst partur af kosningabaráttunni. Já, en í kosningabaráttunni Þórhallur, nú verður menn að vera sanngjarnir. Í kosningabaráttunni voru við bara mjög skýr. Það algjört forgangsatriði að koma skikki á ríkisreksturinn. Það algjört forgangsatriði að ná meiri stöðuleika í samfélaginu. Það algjört forgangsatriði að taka utanum þá sem eiga við andlega erfiðleika að glíma. Það var eitt af okkar svona stórum málum. Við erum alveg að vinna í þessu sem að við... En nú er ég bara að tala efnahagslutan og það svo margir sem Nú er ég bara að segja, við erum að gera nákvæmlega það sem við töluðum að við ætlum að gera. En það bara svo margir að þjást á sama tíma af því að það hafa orðið svo mikla hækkanir. Það kom svo mikið þungi á heimilin og ófyrirsjáanleikin rosalegur. Já, enn og aftur, það eru vonbrigði að verðbólgutöluna sé að fara upp og við þurfum að gera betur til þess að ná niður verðbólgu og vöxtum. Ég ætla bara ekki í 100. skipti hér í þessum þætti, ég ætla bara ekki að kvika frá því að leiðin okkar til þess þetta samtal sem við verum að tala til þess að koma öllum á sömu blaðsíðu, reyna að ná niður væntingum almennt, vandinn eru þetta líka verðbólgu væntingarnar, þetta íslenska fyrirbrigði sem við þekkjum svo vel. Það hefur engin trú á því einhvern veginn með áratuga hagstjórn fortíðarinnar sem viðmið að vextir og verðbólga séu hér lágir. Þannig að þetta bara flókið verkefni, en við ætlum ekki að kvika frá því Þórhallur, og við ætlum heldur ekki að segja, við erum bara alsæl með það hvernig hefur tekist til. Þetta gengur hægar heldur vorum að vona. Hvernig virkar þetta á þig? Má ég aðeins skjóta inn í sem sagt lofa samfélkingarnar, Viðreisnar, afsakaðu, það breytt samtal? Það svarið ykkar við ástandinu sem er í dag? Nei, ég væri bara til að heyra hvað þið finnst þetta með þessar hugmyndir sem við sjálfstæðismenn höfum lagt fram meðal að færa niður virðisaukaskattinn. Bara hvað með það sem innleggi þetta í þetta vandamál? Ég hlynntur því að það verði lækkaðir hér skattar Diljá, auðvitað ég það. En á sama tíma á hverju gerðu þið það ekki á allan tíma sem þetta alltaf þetta. Við lækkum skatta við lækkum skatta 300 milljarðar. Hvaða skatta? 300 milljarðar. Ég myndi helst vilja lækka tekjuskatt með tímanum. Það kannski ekki alveg rétti tíminn til þess núna, en það hlýtur að vera langtíma vegna þess að við ætlum á endanum að ná hallalausum fjárlögum og mér finnst þessar tillögur, ég hef nú ekki mikið lagst yfir þessar tillögur ykkar í Sjálfstæðisflokknum, en ég held að þær séu pínulítið settar fram með hliðsjón af því að þið eru flokkur í stjórnarandstöðu og getið sagt það sem að þið viljið en þurfið ekki að bera ábyrgðunni. Ég segi bara svo því ESB-sinnar, það aldrei rétti tími fyrir skattalækkanir. Sem bara eða horfir út fyrir fjölskyldunum og þessar tillögur að lækka virðisaukaskatt á mat, það bara snertir heimili beint og barnavörur.
þurfum einhvern veginn að bregðast svona við í staðin fyrir að mantran einhvern veginn hallærisfjárlög og þá fer allt að byrja einhvern veginn upp á nýtt. Jú, þurfum ekki að grípa núna. Sko, menn henda út alls konar lausnum, að það er að gera þetta í olíu eða það er að gera. Mér finnst þetta bara allt koma til grein. Og mér finnst, og slæðu þetta ekkert að þessu út á borðinu, því að það eru þetta markmiðið okkar að reyna að lækka álögur og gjöld á fólk. Forgangsverkefnið eru þetta að lækka álögur á fólk og heimili og fyrirtæki með því að lækka vexti og verðbólgu. Þannig að þetta þarf þetta allt bara svolítið að spila saman. Það væri óábyrgt að mér hér að segja já, í haust getum við lækkað eða gert eitthvað. Þú veist, við erum bara í þessu miðjuverkefni og við ætlum að standa við það. En eftir páskan, svo forsætisráðherra segir? En sko, er ESB-lausnin? Nei, ESB, er það venda kvæðin í kross? Sko, mér langar aðeins að fara... Ég skal bara leiða inn í þetta, Þórhallur. Nei, ESB er ekki lausnin við því sem við erum að díla við í dag. Það er það ekki. En vissulega er það þannig að einhver fyrirheit að fara í þá átt gæti búið til þann möguleika hér hjá Íslendingum að þeir hefðu þá meiri trú á því að það væri hægt að ná niður verðbólgu og vöxtum, því að þannig er ástandi í nágrannalöndunum. En þú veist, við erum ekkert að fara að laga hér eitthvað ástand á næstu mánuðum eða missurum með því að ganga í ESB, en til lengri tíma, já, til þess að losna úr þessu sveifludæmi. Hversu langs tíma? Meðal tíminn að bíða til dæmis eftir upptöku af evru er núna 12 ár? Það hefur oft gerst hjá ríkjum sem hafa farið inn í þessa vegferð að vextir og verðbólga í þeim ríkjum hafa lækkað bara í sem sagt viðræðuferlinu, samningaviðræðunum, vegna þess að það eru þó einhvers konar fyrirheit það að menn komist inn á stærra næsvæð. Verður hreinskilið með það hvort það er? Ég ætla bara að benda á það að lægri vextir og lægri verðbólga eru ekki ESB-lausnin. Það eru hreinlega skilyrði fyrir því að geta gengið inn í Evrópusambandið. Það eru skilyrði lægri vextir og lægri verðbólga. Þannig að það er ekki lausn, heldur skilyrði fyrir eingöngu. Og ef við getum náð þessum markmiðum, lægri vöxtum og lægri verðbólgu, af hverju skiptum við þá ekki gera það? Er það að segja að það sé eini hvati sem sagt, nú er þetta stjórnarflokka að náðu sér niður bara til að komast í Evrópusambandið? Nei, ég er að segja að það er skilyrði Evrópusambandsins. Já, ég veit það. Skilyrði Evrópusambandsins fyrir eingöngu eru lægri vextir og lægri verðbólga, stöðugleiki eins og Sigmar er benda á, og mér heyrist hann ekki vera ósammála með það. Þarna er náttúrulega grundvallar munurinn og skilningi okkar á Diljár á þessu og flokkana sem við erum í. Það koma hér alltaf af og til tímabil á Íslandi þar sem hægt er að ná verðbólgu og vöxtum eitthvað niður. Þau eru alltaf rosalega stutt. Við vitum þetta. Allir sem hafa tekið húsnæðislán á Íslandi eða verið með húsnæðislán mjög lengi vita þetta. Þetta er bara nákvæmlega þannig umhverfi sem við erum alltaf í. Og það er algjör fjarstæða að vera að stilla því sem einhverju sérstakri gæfu fyrir okkar Íslendinga. En við þurfum að ná niður vöxtum og verðbólgu. En við munum ekki geta gert það hér að jafna þið til lengri tíma öðruvísi heldur en með þeirri kerfisbreytingu sem að fylgir því að komast inn á stærra myntsvæði. Við höfum alltaf þurft það og í rauninni að ná niður vöxtum verðbólgu og í rauninni skapa meiri svona ekki þessar sveiflur stöðu, en það stjórnvöld hafa venjulega bara brugðist í því. Er það? Já, ég meina við erum í þessum sveiflum. Ég get nefnt eitt gott tímabil eftir síðustu ríkisstjórn, fram að COVID er til dæmis eitt svona stöðuleika tímabil, hvað sem þú horfið til vaxta eða verðbólgu, en það er stutt tímabil hallralausa fjárlaga. Þetta er í fyrsta leið stutt tímabil og líklega þurfa að mælda í lengri tímabilum bara til einhvern veginn að segja að við séum komið einhvern stöðuleika. Og ef að við erum alltaf inn á flýja náðir Evrópusambandsins að því að hagstjórnin hefur í rauninni bara verið klúðri hjá okkur, þá kannski lókist að við hugsa með okkur, ok, þetta verður í lagi að því að við erum þá undir einhverju skilyrðum. Þú hlýtur þá að skilja þá sem að þrá stöðuleikana þeir vilji fara Ég skil það fullkomlega, og ég vísa bara í orð forsætisráðherra sem að benda á það fyrir kosningar, að það væri viðkvæði hjá Íslendingum sem væri að glíma við innanlands vanda. Ég meina við sjáum það í niðurbróti á verðbólgunni í dag að þetta eru innanlands kvatar, eru innanlands vandamál sem að knýja áfram þessa verðbólgu.
að þegar að svona stendur á í okkar hagkerfi þá óbúslega ríkt í okkur að vilja leita í eitthvað skjól og ESB-sinnarnir eru þau auðvitað fljótir að benda og reyna að breiða út faðminn þá ESB-megin að það sé eitthvað skjól. En svo ég vísi aftur í orð Kristrúnar að þá það bara ekki lausnin á okkar efnahagsvandræðum, þetta eru innanlandsvandræði og við þurfum að takast á við þau hér innanlands. Ég alveg sammála þessu og algjörlega óháð því hvort við viljum gangi í Evrópusambandið ekki, þá hlýtur þetta að vera markmiðið okkar allra og við engin ágreiningur það, við viljum ná niður vöxtum og verðbólgu. Og það langbesta kjarabótin fyrir fólk. Þess vegna það líka þess vegna líka langverst fyrir heimilin og fyrirtækin þegar við erum einmitt í þessu umhverfi að það alltaf vextur og verðbólga að rjúka fólk spyr sig þá tímasetninguna við erum líka að tala alls konar bara svo ég fá aðeins að rösta við erum alveg öll að svo þú fáir aðeins að tala við erum þetta náttúrulega við þrjú hér þetta svolítið slagsmálum að vera málum ef ég þekki ykkur þrjú rétt en þú veist, ég meina svo við reynum nú að vera bara yfirveguð og sanngjörn í öllum mati ég ætla að reyna að vera það það eru þetta alveg rétt sem að Diljá að segja þú veist, við erum verið að glíma við áskoranir út af jarðeldum það kemur auðvitað COVID og heimshagkerfið stöðvast það kemur Úkraínustríð hér var hrun það hefur orðið loðnubrestur og síldabrestur og aflabrestur Ef að fara að slúta þessu Nei, ég bara að segja við erum alltaf með í fanginu Íslendingar ytri aðstæður og hvernig að vera þá með krónu í þessum ytri aðstæðum þegar svona margt sem að togar okkur í allar átt. Því stundum hefur það hendað. Nei, það hendar. Eftir hrun var það ekki það sem að bjarga okkur? Eftir íslenska krónan dýfkaði efnahagskreppuna hér á Íslandi alveg óheyrilega mikið. Munið ekki eftir myntkörfulánunum og öllu því. Hvernig fór fólk með það? Ég er að tala það sem gerðist eftir. Já, en þá erum við svolítið, þú veist, þá svolítið brennivarkurinn sem kveikti í húsinu, hann mættu með vasklas og að slökkva eldinn og við bara erum að klappa fyrir honum. Það íslenska krónan? Nei, alveg, þetta bara surrealist. Já, það ber auðvitað öllum ekki saman það. Ég held að samt að flestir geti tekið undir það að það eru kostir og gallar við að vera með sinn eigin gjaldmiðil og það þess vegna sem ekki öll Evrópusambandslönd velja að taka upp evruna af því að það eru kostir og gallar við það að hafa sinn eigin gjaldmiðil. Af hverju á einhverjum tímapunkti gott fyrir svona lítið hagkerfi að vera með sína eigin mynd? Til þess að geta stýrt betur málum innanlands og sveiflunum. Þegar þú ert búin að klúðra málum þá áttu auðveldar með að leysa það. Ég meina, það ekki, þú ert kannski ekki búin að klúðra málum með að vera lónubrestur, sko. Þú ert kannski ekki búin að klúðra málum með að brótast út jarðeldar, sko, á Íslandi sem bara gerist reglulega. Já. Þannig að það eru kostur og gallar við það. Ég svo sem ekki hagfræðingur, en ég í sömu stöðu og aðrir að ég horfa á það eru mjög skiptar skoðanir á krónuna. En svo að maður reynir að horfa á þetta, vera sanngjarn, horfa á þetta hlutlaust og maður skoðar þessar sveiflur aðal útflutningsgjaldmiðill Íslendinga, við erum í útflutningsþjóð, það ekki evra, það bandaríkjadollar og evran sveiflast til dæmis ekkert minna gagnvart dollar heldur en íslenska krónan eiginlega meira. Þannig að það eru auðvitað kostur og gallar og ef að evran væri einhver töfralausn og ég held að Sigmar sé ekkert ósammála mér með það, hún ekki töfralausn, þá af hverju hoppa þá ekki öll Evrópusambandslöndin á evruna? Af hverju ekki sömu og bara önnur spurning? Ef að evran leiðir af sér einhvern stöðuleika og einhver ákvæði vaxtastig, af hverju þá ekki sömu vextir í öllum evrulöndunum? Er það ekki innanlandsáhrifin? En sko, þú veist, ég held að það sé betra fyrir okkur öll að vera með meira jafnvægi til lengri tíma heldur en við erum með. Þú veist, það að krónan sveiflist eða það að við þurfum að vera með rándýran gjaldeyrisvaraforða sem kostar okkur 10 milljarða á ári til þess að verja hana, það ekkert sérstaklega eftirsóknarvert, sko. Ég veit ekki mörg ríki í heiminum og eiginlega ekki neitt sem að keppast við það að keppast við það að komast á minna myntsvæði. Það skjól í stærra myntsvæði og þú veist, þarna bara deilum við ekki skoðunum, sko. Að því að við erum í erfiðum aðstæðum bara núna og það ekkert sérstaklega bjart framöndan eins og við erum kannski búin að ítrykka að segja þarna. Ég held nú samt mér finnst þú svolítið dramatískur þegar þú ert að draga upp framtíðarmyndina. Ekki mér, ég óbúslega hrifin. En þetta ekki bara staðreynd? Nei, ég alveg samfærður það en ég bara að tala stöðuna eins og hún núna. Greiningadeildir bankana og Seðlabankinn að segja, þú veist, það alveg vel hægt að ná
hér vöxtum og verðbólgu Já, þið þurfum bara að gera ykkur í brók, þau eru líka að segja það. Við þurfum bara að gera ykkur í brók, já. Segðu mér, við vitum að næstu við verða mánuði. Ég að segja það, við höfum oft séða svartara Íslendingar og langtíma horfurnar eru ekki slæmar, en við þurfum að komast í gegnum hennar kúf. Sko, fyrir ári voru horfurnar bara, fyrir ári voru horfurnar þóklar, þær hafa vestnað og þessna kannski ekkit sérstök bjartsýni og allt í lagi bara ávarpa það, við mögum ekki vera kærulöska hvað stöðunni, allir mælar sína þetta, en mér langar að spyrja af hverju, sko, þessi tímasetning, það einhvern veginn, nú erum við að rífast Evrópusambandið að því að það bara stutt í einhverju stóra kosningu hvort við eigum að hefja þessa viðræður. Sko, þið ekki bara að einhvern veginn að kljúfa þjóðina og slíta hana bara í tætlur því að þetta ofan á allt annað var þetta sniðugt? Ég heyri að þú ert að beina þessu til mín í spurnarformi en ef þetta væri fullyrðing sem hún var að koma með þá var ég vissum að hún myndir ekki trú henni sjálfur. Kljúfa þjóðina, ég meina þetta svona orðaleppur sem bara ég get alveg fundið önnur orði fyrir það, þú veist alveg hvað ég er að tala sem. Þú veist, kljúfa er þessi ríkisstjórn ekki bæði með fylgjendur og andstæðingar rétt eins og allar ríkisstjórnar á undan, er ekki þjóðin klofin gagnvart því? Er ekki þjóðin klofin gagnvart Sjálfstæðisflokknum eða Viðreisn? Þið lofuðu þessu 2027 þið flýtið þessu og farið núna inn í lok sumars. Nei, við sögðum ekki síðar en árið 27 og mér langar líka að minna þig á það, Þórhallur, að því að Dilja og vinkon okkar situr hérna við borðið líka, að við erum ekki að gera neitt annað heldur en nákvæmlega það sem að Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn hafa báðir lagt til. Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í ríkisstjórn með Viðreisn og Bjartri framtíð, þar sem talar vaður þjóðaratkvæði. Þessi leið að halda þjóðaratkvæði framhald viðræðna er bara búin að vera mjög lengi af öllum flokkum á þingi. Ég ætla að taka miðflokkin með því vegna þess að formaður miðflokksins hefur verið að tala með þessum hætti og mér bara hugnast það hreinlega ekki að þegar að umdeilt mál færi þjóðaratkvæði þá tali menn að það sé verið að kljúfa þjóðina. Er ekki alveg eins verið að kljúfa þjóðina með því að gera þetta ekki? Það er fullt af fólki sem vil gera þetta. En ef að normið er einhvern veginn það að fara í þjóðaratkvæði kljúfið þjóðina, þá hljótu við að geta gagnálegt að það gera það ekki. Það er alveg sami klopningurinn. Þá ættum við aldrei að hafa kosningar. Fyrir utan það, Þórhallur, það er aldrei rétti tíminn. Það er aldrei ekki nógu gott veður eða aðstæður er ekki. Þeir sem svona tala, þetta er bara fólk sem vill ekki að þessi atkvæðagreiðsla fari fram, vill ekki fara inn í Evrópusambandi sem er alveg lögmætt markmið, en ekki koma með þessa orðaleppa að við séum eitthvað að kljúfa þjóðina þegar við erum að bjóða henni að velja. Ég ætla að setja þá onni í skúffu. Ég ætla að finna nýja. Ætlar ekki að draga andan svo ég geti komist það? Ég ætla að fá með vassopa núna og ná andan. Nýtti þá tíman, en mér langar bara að hvar á ég að byrja? Að því að þetta virðist bara meinlaus, já eða nei, fyrir samfélagið. Eigum við ekki bara að fá að taka þessa ákvörðun í róleitum. Þeir eru fann að mála þetta upp eins og þetta sé bara að við séum bara hreinlega að ganga inn. Fyrst sko að því að Sigmar og félagar hans vilja alltaf vera að rifja upp einhverjar áratuga gamlar umræður og meint lofar sko, en ég meina við höfum bara líka lofa stórfelldum skatthækkunum, ætlaði að uppfylla þau lofvarð. Þetta er auðvitað ótrúlega fyrirsláttur, ég vil freka líta til þess sem að lofað fyrir þessar kosningar. Þegar að forsætisráðherra Kristrún auðvitað gaf það fyrirheit ítrekkað að hún myndi ekki setja Evrópusambandi á dagskrá í bráð, ég myndi segja að það væri svona lofvarð sem væri nær okkur í tíma. Og þegar Sigmar segir það að það sé svo mikið af fólki sem að sé einhvern veginn andvaka yfir þessu, það hefur enginn verið andvaka yfir ESB nema mögulega félagsmenn í Viðreisn. Þetta var ekki eins og kosningamál síðast, það var ekki kosið ESB síðast og þeir flokkar sem eru með ESB mjög ofalega á sinni dagskrá, að þeir náðu ekkert samanlagt einhverju frábæru kosningu í seinustu alþingiskosningum. Eins og það sé eina atriði sem að hreyfir vilja fólks til þess að greiða atkvæði. Þú greinlega búin að ná andanum, en varandi það hvort að þetta mál kljúfi þjóðina ekki, aftur, óbúslega vísa ég mikið forsætisráðherrann okkar, að hún átti að segja auðvitað þessu. Þegar hún segir það líka ítrekkað fyrir síðustu kosningar að Evrópusambandsmál sé ekki eitthvað sem hún setur á dagskrá, nema hún hafir mjög örugan meiri hlut á bakvið, það sé frekar óumdeilt. Og hún nefndi, ég held að sé rétt eftir haft að það þurfti að vera einhver svona, þú veist það, og niðurstaða úr slíkri kosningu þurfti að vera mjög afgerandi, af því hún auðvitað horfa til þess þá, eins og ábyrgur
frambjóðandi í leiðtogасæti gerir að vilja ekki kljúfa þjóðina og auðvitað þetta að gera það og við finnum það nú þegar að það hverfist allt orðið þessi mál. Ég meina það eru sveitarstjórnarkosningar, það eru ótrúlega erfiðar efnahagsaðstæður en samt sittum við hér hjá þér Þórhallur og erum að ræða Evrópusambandið og maður finnur fyrir því hvað sem maður fer að það er mjög mikið verið að ræða þetta mál og áhyggjurnar eru auðvitað þær að þetta sé að dreifa athyglinni og draga hana frá þessu stóra verkefni. Segðu mér eitt, að því mér finnst þið mála þetta upp eins og þetta geti verið það versta sem að þjóðin geti farið í gegnum það að gangi niður þetta Evrópusamband og þið tala mikið auðlindir og yfirráðu yfir þeim en hver og einn eru þetta bara að mæla þetta á sér út frá á hvaða aldran í hvaða aðstæðum hann eða hvernig hann vil mennta sig eða eitthvað slíkt og það er búið að búa til svona í mínum huga eins og þið teknið upp eins og þetta sé bara eitthvað skrimsli sem muni gleypa okkur með einhverjum hætti. Af hverju teiknið þetta upp með þessum svona, þessari hryllingsmynd? Því er nú stundum stillt upp á þeir sem að séu andvígir inngöngu Íslands í Evrópusambandið eða þau mál séu sett á dagskrá gerir það því þeir vilja ekki vita meira en það er einmitt þvert á móti þar að því að þeir vita svo mikið, þeir vita nóg það getur öllum verið það ljóst sem að vilja hvað Evrópusambandið hvað það felur í sér og hvers eðlis það hver þróunin þar hefur verið undanfarin ár og hvernig fer fyrir svona minni ríkjum sem að hafa gengið þar inn. Við sjáum bara síðast framgönguna gagnvart Írlandi nýlega varðandi þeirra sjávarútvegsmála því þú talar að við höfum ágjörð því að við verðum gleypt þar inni. Það er nákvæmlega það sem að gerist. En nú eru bara lofvörð frá forsætisráðherra og utanríkisráðherra að slíkt muni ekkert gerast. Að við verðum ekki gleypt eða bara að við missum ekki yfirráð yfir þessum auðlindum. Nei, það er nefnilega ekki svo einfalt og að því að langar nefna nokkra aðra punkta því þú segir að fólk meti þetta út frá þeim sjálfum og það fara auðvitað að ranna mann tvær grímur þegar að ríkisstjórn sem kosin til þess að út á loforðum það muni ná tökum efnahagsástandinu gerir það ekki, heldur setur frekar ESB alltaf dagskrá og svo hefur maður heyrt sömu aðalega fara með það aftur og aftur að þessi ríkari vilji hjá þjóðinni að fara eða landsmönnum að fara í ESB þegar það eru bágar efnahagsaðstæður. Ég meina, eru nægilegir hvatar hreinlega til þess að taka á þessum aðstæðum hér innanlands þegar að sömu flokkar sem vilja gjarnan gangin í Evrópusambandi vita stemmingin betri eftir því sem aðstæður innanlands eru verri og ég hef áhyggjur af þessu. Varandi það hvort að þetta sé bara meinlaus þjóðaratkvæðagreiðsla að sjálfstæðisflokkurinn setur sig ekki upp á móti þjóðaratkvæðagreiðslu eða þjóðin fá að segja hug sinn. Í fyrsta lagi þá langar mig að nefna að það skiptir svo miklu máli hvernig þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fer fram, hvernig hún er úr garði gerð og þess vegna lögðum við meðalans til okkar formaður að við myndum fara og bera þessa framkvæmt og orðalega spurningarinnar og svo framvegis undir feni að nefnda Evrópuráðsins. Er þetta ekki bara mjög skýrt? Ég meina, ég er búin að sjá spurningar og mér finnst það bara kýrskýra. Alls ekki og við höfum nú lagað að klúra þjóðaratkvæðagreiðslum þannig að við ætlum að leita liðsinnis Evrópuráðsins og ég held að það sé vel, það er bara samstæðan það og það var ekki viðhaft sem er lögbundið samtal og samráð við landskjörstjórn þegar að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla var undirbúin, hún var rosalega illa undirbúin og það er ekki bara mín afstæð, mér heyrist nú að Össur hafi til dæmis verið að gagnrýna það hvernig hefur verið haldið á þessum málum varandi þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, það hafi ekki verið unnar neina sjálfstæða greiningar, það er ótrúlega lítill pakki sem kemur inn með tillögunni, þetta er bara einhver einblöðungur, þetta er minna heldur en vikuáætlun sem kemur heim með börnunum mínu sem er í grunnskóla. Þannig að auðvitað er það þannig að við þurfum að horfa á það hvernig þessi þjóðaratkvæðagreiðsla ef hún á að vera það lýðræðistæki sem henni er ætlað að vera. Það er ekki sama hvernig að hverju spurt, hvernig það er gert, hvenær það er gert, hvenær spurningin er lögð fyrir þjóðina. Við erum meðal að gagnrýna það. Nú erum við að tala bara svolítið smá mannamál. Já, tölum mannamál. Já, fólk sem að vill ekki þessa þjóðaratkvæðagreiðslu þorir ekki að segja það er bara þannig, það þorir ekki að segja það og þess vegna fer það í formið. Hver eru það? Ég held að þú viljir ekki þessa þjóðaratkvæðagreiðslu, þess vegna ferðu í spurningu og tíma og greinagerð og eitthvað. Þjóðaratkvæðagreiðslu, við getum bara alveg sett það til liður. Þessu þjóðaratkvæðagreiðsla mun fara fram, það er þingmeirihluti fyrir henni út af svikum flokksfólksins, það er þingmeirihluti fyrir henni, þannig að hún mun fara fram og við getum bara hægt að debatera það. Ég er ekki trædd við að segja það að ég er andvíg inngöngu Íslands í Evrópusambandið og öllum skrefum sem eru tekin í þá átt. Þú ert búin að vera að tala hérna núna ansi lengi og ég rétt að byrja. Ég hlýt að fá að andmæla. Þú var svo lengi að fá þig var. Mér hefur alltaf fundist og þetta er bara mín tilfinning og ég ætla bara að fá að standa með henni að menn
sem vilja ekki ganga inn, þeir vilja ekki þjóðaratkvæði áframhald viðræðna og hafa bara verið að berjast gegn því og núna þá með forminu, en það hins vegar alveg rétt hjá Diljá að það sjálfsagt mál að leita til Feneyjanefndarinnar og formaður utanríkismálanefndar Pavel Bartósek hafði nú bara sjálfur ákveðið frumkvæði því eftir að hún ræddi þetta í ræðu Guðrún Hafsteinsdóttir. Ég meina formaður stjórnskipunar og eftirlitsnefndar er sjálfstæðismaður, Vilhjálmur Árnason, stjórnskipunar og eftirlitsnefndar er að fara að skoða allt sem að snýra landskjörstjórn og allt þetta. Þannig að allt þetta sem að Diljá er að tala sem einhverja rosalega svona vörður á leiðinni, það er verið að vinna þetta allt. Þú veist, þetta hefur verið svo lengi svona, þetta er ekki rétti tíminn, það er ekki réttar aðstæður, við gerum þetta einhvern tíðan seinna og eitthvað svona sko. Fyrir mig er þetta bara spurningu það, viljum við skoða möguleikan á því hvort að það geti verið eitthvað þarna sem er til farsældar fyrir okkar þjóð. Ég myndi leggja það að borðinu og við erum öll sammála það, við ætlum að halda fullu forræði yfir auðlindunum okkar og það saman, en ekki sérstakur ágreiningur það. Jú, það er það líka. Nei, það er engin ágreiningur það. En ég myndi vilja bara svona leggja þetta inn. Af hverju er það þannig að svona margar Evrópuþjóðir eru þarna inni? Af hverju svona mikill stuðningur við áframhaldandi veru þessara þjóða þarna inni? Af hverju allir það sé? Af hverju eru þjóðir Evrópu almennt ánæðar? Almenningur í Evrópusambandslandunum, af hverju er hann almennt ánæðar með að vera þarna inni? Það er einhver ástæða fyrir því og fyrir utan Þórhallur. En það er stór þjóð sem fór út úr Evrópusambandinu líka. Ég myndi fyrir að vilja skoða þessar þjóðir sem eru ekki leiðin ákveð. Og hvernig gekk það sko? En þú veist, þetta er ekki jaðarskoðun í Evrópu. Það er ekki jaðarskoðun að vera í Evrópusambandinu, það er norm. Það er norm. Já, það er jaðarskoðun á Íslandi. Og mér finnst við raunverulega að standa frammi fyrir svona ákveðinni efnahagslegri spurningu í þessu, en það eru síðan auðvitað alls konar atriði sem að mér finnst skipta alltaf meira og meira máli eftir því sem að maður horfir á það sem er í gangi. Þú skilur ofta margra, varðandi einmitt bara auðlindir, orkuauðlindir, sjávarútvegsauðlindir, landbúnað og annað. Skilur það? Ég skil að fólk vilji hafa fullvissu fyrir því í viðræðum að það verði ekki farið í einhverja skrýtnar áttir með það og þess vegna held ég að flokkar séu talsvert sammála það hver er að vera megin markmiðin í svona samningaviðræðum. Það er engin stjórnmálamaður sem segir, hörðu, við viljum fara þarna inn og ESB má bara hirða fiskin okkar. Það er engin sem segir þetta. Nei, en formaður utanríkismálanefndar sagði það í þingsal, aðspurður að hann vildi gangi í Evrópusambandið og skilyrðin væru ekki forgangsmál og það kemur fram á heimasíðu Viðreisnar og heimasíðu Samfylkingarinnar að þessir flokkar vilja ganga í Evrópusambandið. Það er engin fyrirvara við það. Það er engin sko þau vilja bara ganga í Evrópusambandið og fólk ætti auðvitað að setja því fyrirvara við allt sem þau segja. Diljá, og ég ætla bara að benda á það. Diljá, þetta er ósanngjarnt hjá þér að stilla þessu svona. Vegna þess, við teljum að hagsmunum þjóðarinnar sé betur borgið þarna inni en við höfum alltaf sagt, og þetta veistu og þú hefur hlustað á þetta miljónsinnum, við höfum alltaf sagt ef að það fer þannig, sem að ég held að mun ekki gerast en ef það myndi gerast, að það kæmi einhver skýta dýll út úr þessu, þá myndum við vera fyrsta fólki til þess að segja nei. Ekki formaður utanríkismálanefndar. Jú, ekki gera Pavel svona illt. Og af hverju er þetta ekki skrifað út í þingsályktunartillöguna? Diljá. Af hverju er þetta ekki skrifað út? Diljá, af hverju skilyrðin ekki gert grein fyrir þeim í þingsályktunartillöguna? Nú skulum við hafa eitt á hreinu. Já. Ég held að ykkur sem viljið ekki fara þarna inn gangi gott eitt til. Þið teljið einfallega hagsmunum Íslands og almennings, fyrirtækja, sveitafélaga og ríkisins. Svaraði af hverju er þetta ekki skrifað út? Og þú átt ekki að vera að gera Pavel það illt að hann vilji framselja hér allar auðlindir. Nei, nú er ekki með orðið munn. Ég er bara að segja að þetta er ekki rauðlína fyrir honum og ekki fyrir fjölmörgum ESB-sinn. Af hverju er þetta ekki tekið skýra fram? Þetta er alveg skýrt. Er þetta alveg skýrt? Já, þetta er alveg skýrt. Full yfir á yfir auðlindum og annað. Jú, þetta er alveg skýrt. Fyrir utan það, ef það verður sagt já, að þá fer af stað ákveðið samráðsferli til þess að hnykkja betur á ákveðnum málum. Þú veist, þetta er ekki, Þórhallur, þetta er ekki flóknar en það. Við erum bara ósammála þetta, en við erum hins vegar held ég allir flokkar á þingi heilir í gegn og allir stjórnmálamenn heilir í gegn í því að við viljum þjóðinni vel. Hvað er að ske hérna? Það eru sprengingar hérna. Þetta er reyði Guð, Sigmar. Þetta er reyði Guð. Já. Þannig að við skulum ekki vera að gera okkur... Guð vill ekki Ísland gera okkur eitthvað annað upp og mér langar bara að segja og ég held að við Diljá berum svolítið ábyrgð á þessu og hérna okkar samstarfsfólki, okkar flokkum. Við erum búin að pólarisera umræðina svolítið mikið. Já. Þessna finnst nú er Þórdís Kolbrún verið að tala svolítið þessi mál. Hún vill ekki ganga inn. En hún er svona svolítið að segja við mig og Diljá og alla, finnst mér, herðu, við förum samt með svolítið bara opin huga inn í þetta ferli. Þú veist, þið sem að vilji fara inn,
verið svolítið gagnrýnin á það sem að gerist þarna. Og þið sem að viljið ekki ganga í, verið svolítið jákvæð fyrir því að þarna geti verið eitthvað gott. Mér finnst það skynsamlegt upplegg. Algjörlega, sko, að því að nú langt ferli og það mun alltaf birtast okkur hvað að gerast í þessu ferli og síðan sko þjóðaratkvæðagreiðsla og síðan eru kosningar og síðan þarf annað þingar samþykkja, þetta svo langt ferli, ég sé ekki sko, treystur ekki þjóðinni til að meta það hvort að dýllinn sé vondur eða góður. Jú, ég treysti þjóðinni svo vel að ég vil alls ekki að framselja nokkur völd sem við höfum í dag. Við höfum óskoruð völd, við erum að tala alltaf þessa fyrirværi sem við ætlum að setja við valdaframsal, bara að benda á það, við höldum á þessum völdum í dag, ég vil bara ekki framsjálu frá þjóðina því ég treysti þjóðinni best. En stendur það eitthvað til? Ég meina með að við bara... Býtu, Evrópusambandið gengur út af það að þú framselur vald til Evrópusambandsins í skiptum fyrir mjög lítilvæglegt formlega aðkoma Evrópusambandinu. 6 þingmenn af yfir 700 og 1 sæti í framkvæmdastjórninni. En þetta snýst vastan samning og innihald samninga og hvað sagt í samningum þessi yfirráð. Varandi, það stendur að sama í svo vinna menn saman á þinginu, flokkahópar og allt þetta sko. Í stoppsáttmála Evrópusambandsins verður ekki breytt og heldur ekki sameiginlegri stefnu Evrópusambandsins meðal annars í sjávarútvegsmálum. Varandi það hvort að aðild að Evrópusambandinu sé einhver jaðarskoðun, hún er jaðarskoðun á Íslandi, hún er jaðarskoðun í Noregi sem nýbúa einmitt kolfellatillögu að skoða aðild að Evrópusambandinu, hún er jaðarskoðun í Sviss og hvað er öll þessi lönd sameiginlegt? Hvað áttu við með jaðarskoðun? Við mér að skilja það. Hvað er jaðarskoðun? Ég nú bara grínast ég að taka upp orðalag Sigmars að því hann sagði að ég er bara stríða Sigmari, ég bara benda á það að þessi lönd þar er ekki víðtækur stuðningur fyrir aðild að Evrópusambandinu og hvað eiga þessi 3 lönd sameiginlegt? Þau eiga það sameiginlegt að standa utan Evrópusambandsins og þau eiga það sameiginlegt þessi 3 lönd að vera ríkustu löndin í Evrópu. Það er það sem þau eiga sameiginlegt. Og að því að Sigmar ásakar okkur það sem erum andu eingöngu Evrópusambandið að við viljum vera að ræða einhverja smásmögulin hluti að því við séum að fela það að við viljum ekki ganga inn. Ég held að bara að það væri öllum ljóst að við viljum ekki ganga inn og ég segi bara á móti, þeir sem vilja ganga inn sama hvað, þeir vilja þess vegna ekki ræða fyrirkomulag og þeir vilja ekki ræða formið og þeir vilja ekki ræða þetta sé almennilega gert af því að það skiptir það ekki máli og kröfurnar sem við erum að gera, þær eru ekki ósanngjarnar. Það er ekki ósanngjarnt að gera þá kröfu að Evrópusambandsinni sem að er bara yfirlýstur Evrópusambandsinni að hann fá einhverja skorður við því umboði sem að þjóðin veitir honum. Meðal annars með því að stafa það út í þingsályktunartillögu að það verði aldrei farið við þá rauðu línu að full og varanleg yfirráð yfir auðlindum Íslands verði aldrei gefin eftir. Þetta er bara rauðu lína sem að mér finnst bara sjálfsögð krafa að sé gerð til þessa ríkisstjórnar og ég hjó eftir því á en einu sinni sem oftar að utanríkisráðherra mætti á opinn fund nefndarinnar að gera og geta allir horta á þessu upptöku og skoða þetta og meti þetta sjálfur ef þið trúa mér ekki. Að ég kalla eftir því að hún lýsti því yfir að þetta yrði ekki gefin eftir full og varanleg yfirráð og hún getur ekki sagt það, full og varanleg yfirráð, fullt og varanlegt forræði og í þingsályktunartillögu þá kemur þetta forræði yfir auðlindum, það kemur fyrir 2 sinnum. Ekki sem eitthvað markmið þessa ríkisstjórnar, heldur að vera að rifja upp gömlu þingsályktunartillögunum frá Jóhannustjórninni og vera að tala að hún veri höfð til hliðsjónar en þó verði auðvitað að gera mikla breytingar á þeim. Sem að getur þú sagt þessa setningu full og varanleg og óskoruð yfiráð yfir okkar auðlindum. Það eru algjör forseta fyrir því að ganga í Evrópusambandið. Já, ég meina við erum öll sammála þetta, Diljá. Það er engin sem heldur... Nú erum við aftur komin í þetta, við erum að fara að gera fólki eitthvað svona... Þetta er orðið mjög skýrt og afgerandi hjá honum. Þetta er þingflokksformaður... Það er engin í Evrópusambandinu sem heldur á fullum og varanlegum yfirráðum yfir neinu sem heyrir undir Evrópusambandinu. En þá er það bara forgangsmál hjá þessari... Það er þó í fyrsta skipti sem að það er veitt og þá hefur við rétt á því að fá að heyra hvernig á að ná því fram. Diljá, þú gerir það og jafnvel þótt þú myndir ekki gera það, þá getur þú gengið út úr Evrópusambandinu ef það er málið. Bretland gekk það nú alveg ótrúlega vel, 5. stærsta efnahagsveldi í heimi. Já, Bretar spiluðu svolítið af sér, en bara sú staðreynd að Bretar eru ekki hérna, það auðveldar sjávarútvegs umræðanum til muna vegna þess að Bretar eru raun og veru eina þjóðin sem hefur einhverja veiðireynslu, við þurfum samt að fara áratugi aftur í tíman til þess að
til þess að finna þau dæmi. Þú veist, það hefur aldrei ríki gengið í Evrópusambandið sem að með svona stóra efnahagslögsu hringinn í kringum landið. Og það eðlilegt þá áhyggjurnar séu. Já, en algjörlega, en hin löndin þau eru alltaf með sko landamæra hvort öðru og deila efnahagslögsu. Það munurinn. Þetta snýst rosalega mikið traust, Sigmar. Já, bara þetta vantraust einmitt full og varanleg yfir á, sko, það einhvern veginn, náðu ekki að nálgast þetta einhvern veginn, sko, það ekki ykkar að forðast átökin í þessu? Eigum við að trúa bara einhverjum ummælum og stangli í viðtölum? Má ekki bara skrifa þetta út? Það eru bara skipta skoðanir þetta og það bara heilbrigt og eðlilegt að það séu skipta skoðanir þetta. Það bara þannig og þess vegna líka heilbrigt og eðlilegt að ef við ætlum að gera þetta allt saman að það sé þó tvöföld þjóðaratkvæðagreiðsla, annars vegar áframhald viðrana og hins vegar síðan aðildarsamning eins og þú veist, það er til dæmis gerst í Noregi að menn hafa hafnað aðildarsamningi í þjóðaratkvæðagreiðslum, þannig að það eru þetta bara allur gangur á þessu. Þú veist, mér finnst menn stundum nálgast Evrópusambandið eins og þarna sé bara fólk með hotn og hala og gangi bara illt til, sko. Það er svo mismunandi nefnilega þegar að fólk talar það stundum sem varnarbandalag, stundum sem efnahagsbandalag, stundum bara að tengjast út frá menningu eða íþróttum með einhverju slíku, þannig að ég held að við höfum bara margvíslega tilfinningar gagnvart þessu. Algjörlega. Ég held okkur líður ekki vel að kjósa til dæmis að fara í Evrópusamband vegna þess að við þurfum að verjast mögulegum styrjöldum með einhverju slíku. Nei, við erum öll að fara á efnahagslegum forstum. Kannski þarf að skýra það ekki allir í Evrópusambandinu. Það er mjög mikið tilfinningamála og öryggismál fyrir þjóður eins og Þýskaland. Við skulum ekki gleyma því að Evrópusambandið var stofnað til að byrja með sem að hétt á ekki Evrópusambandið. Það var auðvitað ekki í efnahagslegu tilliti. Efnahagslega tilliti var forsendið þess að stuðla að friði, sko. Frið og öryggi í álfunni. Ég myndi nú líta á þetta sem öryggismál í víðu samhengi. Ég meina, ég hef svo oft sagt, sko, fyrir mig snýst þetta mjög miklu leyti um efnahagslegt öryggi og þú veist að vera með tæki og tól til þess að ná hér meiri langvarandi stöðuleika. Ég held að það sé talsveit betra heldur en þetta hopp og skopperi sem við erum alltaf hérna í íslensku efnahagslífi. Það er auðvitað ekki gott og ég held að við finnum það öll á eigin skinni. Mér finnst hins vegar svona bara varnar og öryggismál í víðu samhengi í heiminum meira íta undir aðild í dag heldur en áður. En það er ekki grundvallaratriði í minni afstöðu. Við erum oft að sko, bara fyrir 4 árum hugsaðum við öryggismál öðruvísi en við gerum í dag. Og þessna sko, hugsa maður að þetta er svo stór ákvörðun að fara í Evrópusambandið á einhverjum forsendum að við óttumst núna einhver átök í heiminum sem að hófust fyrir 2 eða 3 árum. Sko, hvernig ætlið þið að tala til dæmis bara og útskýra, ætlið að vera í þessum neikýr að þetta sé bara vont fyrir okkur eða ætlið að vera meira upplýsandi í ákveðnum málaflokkum? Ef við teldum að Evrópusambandið væri ekki að það væri bara vond hugmynd eða þá væri við ekki í svo þétta samstarf. Við erum í EES, við erum í og Sjálfstæðisflokkurinn er mikill stuðningsmaður EES. Ég hef verið það sjálf og ítrekkað tekið það upp og talað þá bæði í ræðu og riti. Þannig að á því leikur enginn vafi. Það velkist enginn í vafa það hvar Ísland stendur í alþjóðlegu tilliti. Allt tal þéttar og nánara samstarf og virðingu fyrir mannréttindum og lýðræði, þetta er ekki mælanlegar ástæður, þetta er bara svona tilfinningarök og bara byggt á tilfinningum frekar heldur en einhverjum raunverulegum rökum. Mér langar aðeins að því að Mér finnst það engin ástæða til þess að gera lítið úr því. Ég ger ekki lítið úr því. Nei, ég bara bendi þetta eru tilfinningarök og maður fann það svolítið, ég var aðstofnur utanríkisráðherra þegar Bretland var að ganga út úr ESB. Þá fann maður svo mikið, við fórum milli þess að fara til fundar við utanríkisráðherra í Frakklandi og síðan í Bretlandi. Og þá fann maður svo rosalega fyrir því hvað var misjöfn sín til Evrópusambandsins. Bretar hafði orðið fyrir svo djúpstæðum vonbrigðum með efnahagslega þróun í Evrópusambandinu. Evrópusambandið er auðvitað, það gengur að sjálfsög ekki illt eitt til, þeim gengur bara gott til. En hugmyndin er auðvitað þessi samruni, bæði svona uppalegið einhver öryggis til þetta að koma einhverjum friði á milli stórvelda í Evrópu. En líka auðvitað er hugmyndin svo, þetta eru millifærslukerfi. Þetta eru millifærslur frá ríkari Evrópusambandsþjóðum til hérna fátækari. Og við getum alveg, þurfum ekki að giska á það hvar við, hvorum einn borðsins við erum ríkari þjóða.
Þannig að þegar maður hitti þessa fulltrúa þessara tveggja þjóða, þá var það svo skýrt að Bretar hugsuðu svo praktist Evrópusambandið og þeim fannst það bara ekki vera að virka. En fyrir Frökkum, þá var þetta svo mikið tilfinningamál. Þannig að mér fannst það vera ótrúlega skýrt að því að tala við forsvarsmenn þessara tveggja þjóða á þessum tíma þegar að Bretar voru að ganga út. Aðeins var þetta því að Sigmar bendir á sérstöðu okkar með aðra Evrópusambandsþjóðir, meðan hans út frá efnahagslögsögunni okkar. Nákvæmlega, þess vegna. Þetta er eina stærstu ástæðan fyrir því ég hef ekki áhuga á því að ganga inn í Evrópusambandið. Af því ég hef ekki áhuga á því, ég hef engan áhuga á því að fara bara ókomna tíð að fara að ræða við einhverja þingmenn, yfir 700 þingmenn í Brussel sjávarútvegsmál á Íslandi. Við höldum á þessum málum sjávarútvegsmálunum og við eigum að gera það áfram. Við eigum aldrei að afhenda neitt ákvörðunarvald yfir okkar auðlindum til annarra þjóða. Aldrei, við höfum aldrei að gera það. Og það er bara það sem þetta ekki bara eins og allt annað samstarf? Nei, þetta er ekki eins og allt annað samstarf, sjálfsög ekki. Við getum bara búið saman við samstarfi. Þar eru við með okkar eigin dómstól, öll löggjöf sem að kemur frá Evrópusambandinu fer alltaf í gegnum Alþingi undan tekningalaust. Við erum okkar eigin eftirlitsaðila. Það er engar ákvæðanir sem taka sjálfkrafa gildi á Íslandi fara í gegnum okkar kanala. Það er auðvitað grundvallarmunur þá mikill eðlismunur þar á og það er alveg sama hvað samstarf nefnir NATO eða hvað sem það er. Þetta er mjög eðlisólíkt samstarf. Við erum náttúrulega að taka við þessari löggjöf að þess að hafa nokkra áhrif á hana eins og við vitum sko, það er nú það sem að menn hafa verið að benda á í þessu. Umdelanlegt, en ég minna áhrif á löggjöf, 6 þingmenn yfir 700, ok, það er sannlega formleg aðkoma, ég tek undir það. Já, en til ég að, þú veist, bara gott og vel og allt þetta, við erum ekki alveg sammála um þetta allt, sko, en þú veist, þegar menn tala um 6 þingmenn yfir 700. Já, þegar menn tala um þetta, þá var þetta vægið okkar líka bara almennt í öllu alþjóðastarfi, sko, við erum lítil rödd og allt þetta, en þetta lýsir bara svona ákveðnum grundvallar misskilningi á því hvernig ákvarðanir eru teknar innan Evrópusambandsins. Það er ekki þannig að sambandið kappkosti að valda yfir önnur ríki. Nú, jæja. Nei, það er ekki þannig. Segðu það víra. Það er ekki þannig. Ég meina, við erum með regluna hlutfallslegan stöðuleika til dæmis og við vitum alveg hvað hún felur í sér. Það er nákvæmlega það að það er ekki Evrópusambandinu í hag að koma þannig fram með eitthvað aðildarríki að það endi á vonar völ. Það er bara þannig. Nei, þetta er bara samt staðreind. Og enn og aftur ætla ég að segja, það er þannig að ríkin sem eru þarna vilja vera þarna inni. Það er mikil ánægja meðal íbúa Evrópusambands en það er miklu fleiri að reyna sem að þykja heldur um að gefa. En það er alveg óþarf að vera að stilla þessi einhvern veginn svona upp eins og þarna sé eitthvað apparat sem að ætli sér bara að draga úr okkur tennunar, vilja fá okkur inn, dragjur okkur tennunar og þurfi síðan að halda okkur þá uppi á móti með einhverjum styrkjum, sko. En þetta er bara hugsun sem gengur ekkit upp. Hún er ekki anda þess sem Evrópusambandið gengur út á. Og það er ekkit meinleg spurning, mér langar bara að snúa þessu við. Af hverju vill Evrópa og Evrópusambandið fá Ísland inn? Eftir hverju eru það að sækjast? Já, sko, núna snýr þetta einhverju leiti einmitt út af öryggissjónarmiðum í heiminum öllum. Núna er Evrópusambandið meira farin að velta fyrir sér norðurslóðum þeim málum heldur en þeir gerðu áður. Svo er líka auðvitað svo mikill grundvallar munur á því hver staðan okkar er núna og síðast, sko. Þú veist, síðast erum við að sækja komin upp úr hruni. Þú veist, fjárhagur ríkisins og Íslendinga var ekki beisinn á þeim tíma sem við vorum að sækja Við vorum ekki stöðugt ríki, getum við sagt þá. Við erum það hins vegar í dag. Það er vilji innan Evrópusambandsins eins og við komum fram hjá stækkunarstjórunum til þess að stækka sambandi og það eru ríki sem eru að sækja að fara þarna inn og auðvitað er Evrópa með þessu að reyna að búa til mótvægi við önnur stórveldi, Bandaríkin, Kína, Rússland og allt þetta. En í grunninn er þetta samt bara samstarf. En við erum einhvers konar lykilbreyta þá, þú veist, að því við erum ofta að tala það verið að sækjast eftir einhverju en mögulega. Evrópusambandið vill örugglega fá okkur inn og við viljum mögulega ganga þarna. Þú talar norðurslóðu til dæmis. Já, það er það sem forvígismenn Evrópusambandsins hafi verið að segja. Það sé breyta í þessu. Og mér finnst að við bara fara svolítið fordómalust inn í þetta og ég ætla bara að árétta það sem ég sagði hérna áðan. Ég myndi vilja gera samning við Diljá það að hún sé opin fyrir kostunum og ég loka ekki augunum fyrir göllunum
og við nálgumst máli bara svolítið þannig. Mér finnst það í raun og veru skynsalegt þótt að Sjálfstæðisflokknum og Viðreisn og þingmönnum og allt þetta gangi svolítið illa að ræða máli. Hverjir eru gallarnir að ganga í sambandið? Gallarnir eru þeir að við þurfum auðvitað að fara í gegnum þetta samningsferli og við þurfum raunverulega að setja það almennilega á blað og girða fyrir bara ákveðnar hættur og ákveðnar áhyggjur sem að landsmenn hafa. Það eru auðvitað ein áskorunin. En ég sé miklu meiri fleiri kosti við þetta á meðan Diljá sé fleiri gallar. Hver eru kostinni við að fara í Evrópusambandið? En sko, ég lýsti því á hana, þau auðvitað fyrir þær þjóður sem að fara inn, sérstaklega þessar austantjalsþjóðir sem að höfðu þá auðvitað ekki EES-samningin eins og við höfum, að þá hefur þetta auðvitað verið alveg grundvallar breyting fyrir þessar þjóður og þeim hefur verið lyft alveg svakalega mikið upp. Þú talar okkur eins og við ætlum bara að það verði eitthvað einstreymiskrani af peningum úr þessu landi til fátækarlanda. Ég menna það er einhver annar ávinningur í þessu líka. Það er bara staðurinn. Það eru í dag 10 greiðendur, þetta eru 27 ríki, 10 greiða til sambandsins og 17 þiggja. Og ég hitti danskan þingmann daginn sem að sagði hreint út við mig, þið verðið að koma inn til þess að jafna hlutföllin. Það eru einhver sem sagði, ég man ekki hvað stórleiðtogi það var sem sagði að það væru engir, þegar þú horfir á ríki að væru engir vinir heldur bara hagsmunir. Þetta segja að Evrópusambandið sé að sækjast eftir okkur til að fá peninga frá Ísland. Er þetta blákalt hagsmunamat. Ísland er ofboðslega ríkt land. Þetta er alveg svakalegur hræðslu meðal annars af öllundum segir maðurinn sem er að reyna að segja fólki það að við séum að ganga inn í Evrópusambandið út af öryggishægsmunum. Ég sagði að það væri stærri breyti í dag heldur en hér á árum áður en efnahagslegur við erum bara í ofboðslega þéttu sambandi við Evrópusambandið og samstarfi. Við erum að halda því áfram. Við getum aukið mikið við það ef við svo viljum sem frjálst og fullvalda og sjálfstætt ríki, en við erum stofnaðalara NATO sem er sterkasta varnarbandalagi í heimi, hvar Evrópusambandið hefur 20% af varnargetunni, 20% og við erum með varnarsamning við Bandaríkin og þetta eru grunnstóri okkar öryggismálum og það hefur ekkert breyst og breytist ekkert við það ganga í Evrópusambandið. Við erum að fara að slúta þessu krakka. Mér langar að breysta þessu, þetta hefur nefnilega einmitt breyst og okkur hefur þetta breyst. Ég er ekki mikill aðdáandi Donald Trump en hann hefur sagt eitt réttilega í gegnum tíðina og hreyft svolítið og þetta er það samspil við Úkraínu stríðið. Hann hefur sagt, Evrópuþjóðir, sko, þetta peninga ójafnvægi á milli Bandaríkjanna og annarra NATO-ríkja gengur ekki upp til lengdar. Og ríki Evrópu hafa verið svolítið svomandi gagnvart þessu. Það var ekki bara Trump sem sagði þetta. Allir fórseti Bandaríkjanna. Já, en það var í raun og veru Trump sem að náði þessu svolítið í gegn og þú veist, auðvitað spilar Úkraínu eins og við vitum, Úkraínu stríð spilar auðvitað inn í þetta. Þannig að langtíma leiknin er svo og það mun ekkert gerast á eitthvað óskaplega mörgum árum, er að einmitt að Evrópa þurfi meira að sjá sínar varnir sjálf. En þú veist, við þurfum að reyna að nálgast þessa umræðu, þú veist, kannski aðeins meira jafnvægi heldur en við Diljá erum alltaf í öllum þessum þáttum sem við erum saman. Já, og þó sko, þegar leið og segir að vilja fara upp á skotgránum, að þá talar þetta séu fordómar. Fordómar eru eitthvað sem að þú notar það orða án að þetta var hræðsluáróður. Þú sagði líka fordómar, þú stóðst í upptöku sem hann. Nei, ég meina, ég tel mig bara, ég er auðvitað miklu yngri en þú Sigmar, en ég er búin að eyða samt bróðuparturum að æfinni að kynna mér þessi mál. Evrópusambandsmálin og ég er með framhaldsmenntun í Evrópurétti. Ég þekki þessi mál bara ágætlega og hvernig Evrópusambandi virkar og ég þeirra skoðunar að við eigum að halda áfram að vera að styrkja og vinna með EES-samstarfið og vera áfram í nánu og þéttu samstarfi við Evrópusambandið og styrkja þar tengslin og við getum gert það eins og okkur sýnist en við getum ekki framselt yfirráð yfir okkar innanlandsmálum meðlans yfir auðlindunum okkar til Evrópusambandsins og það er það sem Evrópusambandið er og þess vegna geta Þorgerður og Kristrún og sérstaklega þá ekki Þorgerður, hún alveg bara stoppar á henni varirnar við það, hún getur ekki sagt full og varanlega yfirráð og það stóð ekki til honum til okkar. En Sigmar er búin að segja það. Já, ég meina það er alveg Diljá, einhver viðtöl og stangli eru bara ekki lofvörð til almennar kjósenda, það er ekki rauðlína. Diljá, við viljum öll það sama með þetta. Þú veist, þið viljið gera gott fyrir þjóð. Við viljum alls ekki það sama. Jú, leiðu mér að tala. Jú, við viljum það sama. Við viljum betri og framtíð fyrir börnin okkar. Það er alltaf markmið allra sem er í stjórnmálum. Við viljum það sama sem er að vilja þjóðin okkar vel. Við erum hins vegar með ósammála leiðirnar að því markmiði. En sko, þú veist, já, þú ert að segja að þú sett mentu í þessum fræðum og allt þetta. Það er líka annað fólk sem er mentað í þessum fræðum en vill ganga inn.
ég eldri en þú. Ég tala bara út frá sjálfum mér. Ég eldri en þú. Nú ætla ég að segja, bara mín reynsla, Þorvaldur, að því ég eldri en Diljá, það verður að draga þetta fram. Það þýðir að ég er búin að vera, það þýðir að ég er búin að vera að borga lengur af húsnæðisláninu mínu heldur en þú. Og lengur þurft að díla við vexti og verðbólgu heldur en þú. Ég vil ekki þessa framtíð fyrir. Það eru bara ekki sömu vextir á öllum löndum í ESB. Saman sambærileg lönd við okkar sem að standa efnaðslega svipað sterkt og við, þú veist, við getum nefnt Norðurlöndin og allt þetta, þá er stöðuleikin meiriðar og tölum bara við fólk á öðrum Norðurlöndum hvers konar kjör bjóðast á húsnæðislánum sem nú almennt stærsta fjárfesting Íslendinga, hverjar verðbólgutölur og allt, þetta er okkur í óhag. Svo erum við bara ósammála það hvernig við okkur ber að leysa. Það eru bara önnur atriði sem spila þar inni, ef það væri evran, ef það væri Evrópusambandið, þá væru sömu vextir og verðbólga á öllu evrusvæðinu og það er það ekki. Og stöðuleikin sem þú ert alltaf að reyna að selja fólki á ESB, hann hefur auðvitað mikið, kemur að miklu til út af stöðunum. Lágir vextir er ekki heilbrigðismerki og svo þurfum við auðvitað líka að skoða atvinnuleysið. Þeir eru reyndar alveg að komast með okkur í Evrópusambands atvinnuleysi í ríkisstjórninni. Þetta hefði getið verið lokaverð. Er það ástæðan fyrir því að vextir hafa alltaf verið svo háir hjá okkur? Það er bara sérstakur kostur. Ríki Evrópu standa misvel, rétt eins og ríki Bandaríkjanna eru ólík þótt að þau séu sama svæði. Sem var hægt að blara með ESB og farðu að redda hérna innanlandsmálum og efnaðsástandinu. Krakkar, þeir eru gleðigjafar, miklu gleðigjafar. Ég veit ekki hvort að... Við Diljá erum búin að vera svo oft saman í svona viðtölum, sko. Já, ég veit ekki hvort að fólk takja ákvörðin eftir þátt með já eða nei, en í alvöru, þetta er ótrúlega áhugavert ef fólk setur sér inn í þetta og mér langar að biðja ykkur að spá bara aðeins það eru sveitarstjórnarkosningar núna eftir hvað, 50 daga. Hvernig heldur þetta að fara í Reykjavík? Ég held að mér heyrist og sýnist á könnunum að Reykvíkingar muni kjósa breytingar í vor og ég vona að þeir kjósi ekki flokka sem að hafa verið að stýra borgin undanfarin ár, heldur kjósi flokka sem hafa ekki gert það til þess að, og auðvitað Sjálfstæðisflokkin, ég veit að vonast í þess og tryggja þannig raunverulega breytingar í borgin. Er ekki allir flokkar meira og minna búin að vera að búa breytingar? Nei, vera við völd í borginni. Ekki Sjálfstæðisflokkurinn. Nema Sjálfstæðisflokkurinn. Já. En hann þarf að fá okkur með sér. Hverja Já, ég meina það er auðvitað, maður horfir auðvitað alltaf til samstarfs við svona borgarlega þengjandi flokka, sjálfsögðu. Ekki til samstarfs við vinstriflokkana. Sjálfstæðisflokkurinn gengur óbundin til kosninga, ég held að Viðreisn gerir það líka, sko. Þannig að en mér hugnast ekki samstarfi vinstriflokkana sem hafa verið að stýra borginni, bara nei. Já, ég meina, þetta eru auðvitað verða mjög spennandi kosningar fyrir alla, sko. Landslægið eru auðvitað aðeins breytt og við erum auðvitað með mjög sterkan lista og held ég bara í mjög góðri stöðu til að ná góðum árangri í þessum kosningum, sko, en svo snýst þetta auðvitað ekki bara Reykjavík, sko. Nei, en svona. Þetta eru spennandi kosningar fyrir okkur að því að við erum með að bjóða fram á fleiri stöðum, ég meina við erum auðvitað ekki mjög gamall flokkur og erum að reyna að byggja okkur svona hægt og bítandi. Ég ætla að spá því að við fáum 3-4 borgarfulltrúa. Okay. Það er spáin sem hún fær fyrir. Og myndi stjórn með einhverjum? Náðu því? Já, það er auðvitað markmið. Samfylking? Það er auðvitað markmið Eða mættir að velja á milli Sjálfstæðisflokkur eða Samfylking? Nú verður að segja ekki Samfylkingin. Og ég segja mína persónulegu skoðun á því. Ég held að það sé ágætt tækifæri núna til þess að breyta aðeins til í Reykjavík. Ég myndi ekki vilja það að þessi meiri hluti sem er núna eða eitthvað aðbrigð á honum myndi halda áfram, en þetta eru þetta í höndum sveitarstjórnarfólksins okkar, sko. Við höfum alls konar einhverja skoðanir. Þú vilt hvíla til dæmis Samfylkinguna? Ég meina, þú veist, nú er til dæmis já, ég get alveg séð það fyrir mér að það verði myndaður annar meiri hluti heldur en með henni, en það er heldur ekki útilokað að það verði myndaður meiri hluti með henni, eins og Sjálfstæðisflokkurinn, við göngum óbundið til kosninga. Ég held að þetta fari líka bara svolítið eftir því hvað þessir flokkar sem hafa verið að mælast stærra í könnunum, hvernig það allt saman þróast, sko. Verður Sjálfstæðisflokkurinn stærri en hann er núna eða Samfylkingin stærri en þetta er alltaf bara spurningum í hvað stöðum en eru eftir kosningar. Þú varst að nefna hana að við erum að orðalegpa að kljúfa þjóðinni herða niður eða eitthvað slíkt en þú varst alveg með nýtt mjög frumlegt núna að ganga óbundið til kosninga. Nei, við gerum þetta. Það er ekkert hægt að gera neitt, þú veist, ég veit þetta er alveg gleðileg umræða, það er ekkert hægt að gera neitt. Þið eru mjög skemmtileg, ég kann á það. Þú veist,
Ég held að það gerið allir flokkar í þessum kosningum, samt. Bara, við vonum að við höfum ekki þreytti of mikið, Þórhallur. Alls ekki, ég bara mjög glaður að hafa hitt ykkur og þú mátt tekur Pellegrína og handa Já, er það ekki? Jó, hann er minn uppáhaldsmaður. Já, ekki. Takk.